Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Við erum hérna við Asparlaut. Þetta nýjasti leikskólinn í Reykjanesbæ og án efa sá glæsilegasti og örugglega einn sá glæsilegasti á landinu. Komið með okkur. Ingibjörg, þú ert komin í splunku nýja leikskóla og þið eruð að koma frá einum af elstu leikskólum Reykjanesbæjar, frá Garðaseli og eru núna í Asparlaut. Þið þurftu að flytja úr gamla leikskólanum og hvernig tilfinningin að mæta bara í splunku nýja leikskóla? Bara geggjuð. Það bara rosalega gott, það allt bara gott. Nýtt húsnæði, allt nýtt. Það alveg sama hvar þú lítur, það allt splunku nýtt. Það var náttúrulega margt orðið barsins tíma í Garðaseli en við bara, hvað á ég að segja? Já. Þetta bara allt annað, þú veist, loftræstingin góð, hljóðvistin og lýsingin mjög góð. Nei, þið voruð í 50 ára gömlum leikskóla, hann var 50 ára í fyrra Garðasel. Já. Og hvernig ekki mikil munur að fara úr svona gamalli stofnun, getur við sagt, í eitthvað sem og þið komuð að hönnun líka að þessum nýja leikskóla? Jú, það það náttúrulega. Við erum náttúrulega alveg ofboðslega þakkláta fyrir það að hafa fengið að taka þátt í þessu verkefni og erum bara ánægðar með okkur af því að við erum búin að standa okkur þrusu vel þó að við segjum sjálfa frá og þetta bara, það kannski ekkert alltaf á lífsleiðinni sem þú fær að taka þátt í svona stóru verkefni. Þegar horfið svona tilbaka, þú byrjaðir hvenær á Garðaseli? Ég byrjaði 12. júní 1989 í Garðaseli, þannig að það eru tæp 36 ár þegar ég gekk út 19. mars síðastliðinn. Það var tæp 36 ár. Þetta mikil breyting, svona eiginlega bara á heildina liti? Já, það það. En starfið svipað? Við náttúrulega höldum áfram okkur góða starfi sem við vorum í Garðaseli og það náttúrulega kemur ekkert að breytast nema bara þróast og verður alltaf betra og betra og betra. En þetta har náttúrulega búið að breyta svo margt náttúrulega síðan 1989 í sambandi við skóla samfélag bara yfir höfuð, Inga, þið á Garðaseli voru snemma að tileinka ykkur breytingar og varðandi til dæmis hreyfingu á krökkunum og annað, þau skildu fá sína æfingar og annað og urðu síðan ekki heilsu leikskóli. Þetta stór breyting? Já, á þeim tíma sem við byrjuðum náttúrulega á þessari markvisku hreyfingu í sal sem var 1990 þá tókum... Þú nýbyrjuð? Ég er nýbyrjuð, nýútskrifaði leikskólakennari. Þá byrjuðum við á því að taka samtal við Kjartan Másson og hann aðstoðaði okkur, íþróttakennari, aðstoðaði okkur í gegnum þetta að undirbúa leikskólabörn undir svona og undirbúa, æfingar og svoleiðis fyrir leikskólabörn. Og við erum búin að vera í Garðaseli með hreyfingu frá 1990 sem við erum náttúrulega búin að halda áfram og höldum ennþá áfram með og 2012 urðum við heilsuleikskóli og fórum þá í gegnum ferli í sambandi við það og urðum heilsuleikskólinn Garðasel sem að í dag, svo færðum við það náttúrulega bara hér yfir í heilsuleikskólan Asparlaut. Sif, aðstofar, leikskóla, stjóri, þetta verið svaka átak að flytja og þið að koma að mörgum málum og annað. Hvernig gekk það allt saman og með starfsfólkinu? Ég ætla bara að leyfa mér að segja að það hafi verið gengið ótrúlega vel. Við erum með gott starfsfólk og við vildum að það tæki þátt í öllu ferlinu. Þannig að við má eiginlega segja bara að við séum bara stolt af starfsfólkinu okkar. Við fengum starfsfólki til að taka þátt í vinnunni svolítið áður en að við fluttum yfir og bæði með því að koma í óskir leikföng og annan aðbúnað eða annan búnað segja og svo líka bara þessa daga sem við vorum að undirbúa húsið að þá var rosalega flott samvinna hjá stjórnarteymin okkar og svo líka bara hjá öðru starfsfólki. Þetta eftirmynd
nýs leikskóla í Suðurnesjum, í Sandgerði. Þannig að þið hefur náttúrulega farið og kíkt á hann og séð kannski eitthvað, hafa þetta herbyggi minna eða stærra eða eitthvað svolítið, fengið slíkar hugmyndir? Já, við fengum nefnilega nokkra svoleiðis. Við erum að vonast eftir diplómi sko, í arkitektur. Já, við breyttum nokkru rýmum sem að okkur fannst bara koma betur út fyrir okkur og okkar starfsemi. Þannig að já, meðal annars eins og undirbúningsherbyggi, fundarherbyggjum og fleira. Hvað með öll leikföngin, ekki þróun í þeim? Jú, mikil þróun, eins og bara við sést hérna bak við okkur. Að meðal annars bara erum við með ótrúlega skemmtilega eins og segulkubba sem eru mjúkir líka. Þetta eitthvað svona nýtt að nálinni og við eiginlega bara reyndum að taka það sem að, væri nýjast og flottast. En það eru börnin búin að leika sér hérna eins og engi sem morgundagurinn. Sérðu ykkur að breyting á þau? Nú er þið með 90 börn sem voru á Garðaseli. Þið eru ekki búin að taka inn ný börn, en sjáu þið eitthvað breytingu á krökkunum að vera komin í nýtt umhverfi? Já, bæði og. Við vorum bara stjórnendafundi í morgun og vorum að tala hvernig hefði gengið svona fyrsta vikan og svona. Okkur finnst að hafa gengið lygilega vel. Börnin eru ótrúlega spennt, en við vorum líka búin að undirbúa þau mjög vel áður en að við fórum yfir. Bæði með því að fara í heimsóknir hérna og tala leikskólan og fleira. Þannig að við sjáum bara góða breytingu. Við getum laumað því að ein starfsmaður á Víkurhöftum á mitt barn á leikskólanum og litla daman þar var rosalega ánægð. Já, ok, gott að heyra. Það er gaman fyrir okkur að heyra það. En Inga, aðeins þarna, ég er svolítið uppnumin af þessu þó að sé ekki nýtt að vera heilsuleikskóli. Það er hreyfing, en er það eitthvað, hvað er annað inn í því að vera heilsuleikskóli? Mataræðið. Og við höfum alltaf verið svolítið mikið fyrir að börnin séu með heilbrigt mataræði. Við og skapandi starf í svona víðum skilningi og þannig að hreyfingin hefur verið svona það sem við erum með alveg aðal. En við erum náttúrulega með skólamat, þannig að í dag erum við kannski ekki með þetta eins og samtök heilsuleikskóla eru með það. Við erum með ákveðna matseðla, en við erum ekki með það í dag af því við erum með skólamat. En er ekki ánægja með hann? Jú, mjög svo, já. En er nám, þú ert búin að vera lengi í þessu leikskóla ævintýri, finnst þér svona margt hafa breyst svona hjá börnunum eitthvað? Eru þau eitthvað öðruvísi í dag heldur en fyrir 20-30 árum? Börn eru alltaf yndisleg sko. Auðvitað sjá einhverja breytingar en ég veit ekki. Eru það að kenna þeim meira? Já, kannski. Eru þau betur undirbúin að fara í grunnskóla? Tvímælalaust. En þau eru bara alltaf börn og yndisleg. Þannig að þið eru bara í skýjónum? Já, bara þakkláttar fyrir að, eins og ég sagði, þakkláttar fyrir að fá að taka þátt í þessu stóra verkefni. Við erum búin að læra mikið. Það er búið að vera mikið að gera. Þetta er mjög krefjandi, en ofsalega skemmtilegt ferli. Nú þetta er mikið grænt leikskólinn og það er timbur utan á honum og risastór lóð. Þetta er náttúrulega bara glæsilegt, en var einhver hugsun þarna bak við litavalið og svoleiðis? Já, grænn er róandi litur. Það var hugsunin hjá arkitektinum. Að það væri þessi græni litur og svo eins og þið sjáu hérna í hljóðvistinni, þetta brúna. Þetta svona maksar svona svolítið vel saman og eins og ég sagði það, góð hljóðvist. En róandi litur. Grænn litur er mjög róandi, við erum alveg búin að finna það þessar dagar. Þetta er svona náttúrulitur, já. En svo er að koma hvað mörg börn til viðbótar og hvað verður skólinn með mörg börn þá? Já, við stefnum að því að vera með 120 börn, þannig að svona það byrð 30 viðbót. Hvenær gerist það? Sem fyrst. Já. Þannig að það er í rauninni, þið fáið eins og við getum kallað, ný börn. Já. Sem voru ekki á Garðarsláðu. Akkurat, svo er náttúrulega stór hópur líka að fara frá okkur núna í haust, þannig að við erum að fara verður mikil endurnýjun. Já, það verður náttúrulega endurnýjun, já. Eins og gengur að gerast á hverju einu stósti. Ein loka spurning kannski, þið er búin að vera með svona, lengi í þessu, hvað með það að aldur barnana sé, þau eru að verða, það verður að tala um það
niður í 12 mánaða að fara á leikskóla. Það var meðal annars rætt hérna í síðustu kosningum og annað. Hvað finnst ykkur á það? Sko, hvað eru yngstu börnin? Við erum náttúrulega með yngstu börnin sem eru 2 ára. Reykjanesbær gefur sér út fyrir að vera með börn frá 2 ára aldri, eða þau koma yfirleitt inn í leikskóla í dag svona bilinu 2-2,5 árs. En Reykjanesbær að gefa sér út fyrir það að taka inn 18 mánaða börn og við erum náttúrulega, við komum til með að geta tekið inn 18 mánaða börn í framtíðinni út af þessum 2 deildum sem við eigum eftir að setja inn á. En þetta húsnæði, það gert ráð fyrir því að það byrji, húsnæði gert fyrir 1 árs, 18 mánaða og svo frá 2 til 6 ára. Innan deildinnar. Já. Og hvað þá næst? Næst að finna fleiri börn sem vilja koma í Asparlaut. Gangi ykkur vel. Takk fyrir.